Í sumar ferðumst við fjölskyldan innanlands, eins og margir. Ég fer nú árlega til dæmis austur á land. Ég fór bæði með kærastanum og svo með fjölskylduna. Eiginlega mest svona bara í svona fjallaferðir. Ég er ekki mikill lúxusferðamaður. Ég er ekki mikið fyrir að gista í tjaldi, bara alls ekki. Mér finnst rosa gaman að líka bara svona enga framtaki einstaklingsins sem er að pröfa að setja upp lítigistaheimili þarna og það sem búið að breyta hlöðun í sundlaug og allt þetta dót. En helst myndi ég nú bara vilja vera annarkvort hjá vinum og vandamönnum eða á hóteli eða bændagistingu. Það er alltaf dásanlegt að detta inn á flotta bændagistingu og sofa vel út í kyrrðinni. Í sumar þá gistum við á nokkrum stöðum í ferðaþjónustubænda sem næri einhvern veginn að vera þannig að maður upplýsir tilheyra og þetta er pínur eftir og stundum er ekki hlutirnir það virkir ekki allar innstungur en þú bara með miklu fallegra útsýni. Og fá góðan morgunmat á eftir. Ég reyni að hafa með mig nesti til dæmis þegar ég er að keyra. Ég vil bara fá að borða það sem mitt eftir hug. Ég nenni ekki að láta servera mér sama morgunmat ég fengi hvar sem er. Ég kem bara með mitt besta. Þetta sumar var svona kannski sumar nýrra tækifæra og það náttúrulega kannski líka vegna þess að ferðaþjónustu fyrirtæki voru sjálf að reyna að hugsa út fyrir boxið og aftur kannski að ná tengingu við okkur, Íslendingana. Maður er svo rosalega með ferðaþjónustunni í liði en ég er meira með buddunum inn í liði. Ég fekk smá blóðbragð í munninn á nokkrum tímum og það tengist eiginlega alltaf mat. Upphitaðir hlutir úr dós, mega ekki kosta jafn mikið eða eitthvað sem búið að vinna frá grunni. Alveg sama í hvað geira fólk er. Við verðum bara að horfa út fyrir boxið og finna nýja leiðir. Og í ferðabransa eða ferðamennsku þá náttúrulega með svo óbærslega stóra og breiða hópa. Það er tækifæri núna líka bara hreinlega til þess að endurskoða aðeins á hvaða forsendum viltu hafa þjónustuna þína. Það búið allt of mikið að gera í allt of langan tíma. Nú getur þið andað og bara skoðað hvers konar samtal vil ég eiga við kúna minn. Vil ég að sé í alvörni nærandi persónulegt samtal eða vil ég hafa það bara ofsalega gott og skorinort Excel-skjal sem er áferðafagurt og þjált.